Ágætu, yndislegu áhorfendur, bræður og systur, við erum systkini í trúnni og gleðjumst auðvitað fyrir það að fá að vera saman og umfaðma hvort annað í þeim kærleika sem Drottinn gefur, og við erum dugleg við það og viljum gera þetta oftar en sjaldnar. Allt á okkar hendi hvernig allt svona er, og þetta er því góð brýning. Og Drottinn er í dag auðvitað að vinna verk eins og hann hefur verið að gera á öllum tímum, og þau verkin sem hann er að vinna í dag er að hann er að aga svolítið kirkjuna. Veistu það? Vægi er nú ekki endilega það sem við viljum fá, því hann er svo hundleiðileg og getur verið það, en svo samt mikilvægur. Í aganum vitið það að agin er mjög merkilegt fyrirbrigði. Hann stappar í mann í stálinu og gerir mann svona vissanátt og rólegan. Þetta er svo mikil speki og mikil sannleikur í því sem Guð er að tala um. Hann segir á einu stað að hann agi hvern þann son sem hann elskar og tiftar hallega og svo framvegis. Þetta er svo mikil sannleikur í þessu að þegar þú ert orðin vanur aganum, að þá ertu hættur að pæla í svo mörgu sem að í raun og veru bara þreytir þig. Að við erum alltaf með að hugsa einhverja undanskot og útgönguleiðir, það þreytir mann svona þegar þetta lengri tíma er litið, og ekki einu sinni víst að maður taki eftir því að þetta er að þreyta mann. En agin hjálpa manni við að taka ákvörðun það, að bara gera þetta svona. Þetta er það sem að Drottinn er að koma inn í kirkjuna, því að hann vill að við séum aga fólk, og ekki bara það, hann hefur sýnt mér heildarmyndina. Og hver er hún? Taktu nú vel eftir. Hann er að fjölga í sínum hóp. Og hann hefur verið að minna mig á það í gegnum núna síðustu daga, minna mig á hrunið. Það kom til minn maður fyrir hrun, einhver ári eða tveim fyrir hrun, og sagði: það er eins gott fyrir kirkjuna að vera tilbúin, því að þessi bankar munu allir fara á hliðina, sagði hann. Og ég tók ekkert undir þetta, en ég náttúrulega þrætti ekkert fyrir, því ég vissi að þetta var Guðs maður, og ég vissi að þessi maður hafði oft fengið orð frá Guði. Ég trúði trúði og trúði ekki. Ég hafði oft svo sem velt fyrir mér þessum bönkum, og ég náði aldrei upp í það hvernig þeir gátu grætt þessi lífandis ósköpin sem við gerðu. Ég náði bara ekkert upp í þetta. Ég skildi fyrirtæki sem að græðir, það er að framleiða og það selur vöru og það er að græða. Ég fattaði aldrei hvernig geta þessi bankar verið að græða þessa stjarnfræðilegu upphæði, því að við vorum að tala um stjarnfræðilegar upphæði sem þessi bankar voru að sína í hagnað. Ég skildi þetta aldrei. En það kom það í ljósu að þetta var allt saman bara loftpeningar. Þessi peningar voru hvergi til nema á blöðum, og þess vegna líka hrundið. Ég man að hann sagði mér það að það er eins gott fyrir kirkjuna að vera viðbúna. Af hverju? Þegar þetta gerðist, sagði hann, þá ætlaði hann að senda fólkið inn. En hvað gerðist? Kirkjan, meðlimir kirkjunar voru svo mikið sjálfur í þessu bankabrassi, í lánum, að þeir bara hrundi niður. Og sannleikurinn er sá að þeir voru ekki stakk búnir til þess að taka við fólkinu, þannig að það var ekki til neins að fyrir Drottinn að vera neitt að senda það þarna inn, því að kirkjan eða söfnuðurinn var allur meira og minna lamaður vegna þess að hann var bara á sama stað og hinni. Er þetta ekki satt? Allt of margir voru á þessum stað, og Drottinn gati ekki farið með fólki sitt inn til þess að hlúa því sem var alveg lemstara eftir þetta, en all skilirði inn í kirkjunum voru. Þetta er ekki gott. Er þetta ekki svolítið svona hristing fyrir okkur, þetta trúaða fólk, hvar við erum og hvað við erum að gera? Er þetta ekki enn einn áréttingin þess að við erum að aðskilja okkur frá heiminum og við erum ekki svo mikið að taka þátt í verkum heimsins? Þegar Drottinn segir að hann muni vel fyrir sjá. Þess erum við svo ofta að gleyma. En hvað það? Og við getum öll verið sammála þetta, að svona var þetta. En núna sé ég það, og ég styð þetta.
en ég undir þessu og ég ekki trefin af þessu að vera undir þessu, en ég ætla samt að styðja þetta og ég ætla að styðja það fólk sem að Drottinn að senda í þetta verkefni og ég ætla að vera með í þessu verkefni að koma þessu á. Því að Drottinn hefur sýnt mér heildarmyndina, hann að fara að fjölga í kirkjunni. Og þá eins gott fyrir okkur að vera vel öguð sjálf, því að eftir því sem að fjölgar, þá alveg ljóst að stöðurnar verða að vera skipaðar í aga. Þegar þú ert með, kannski segjum 1000 í söfnuðinu hjá þér, þá alveg ljóst að þú getur ekkert bara rokið út. En menn rjúka út vegna þess að þeir hafi ekki aga. Það engin maður að koma þessu á. Drottinn að skipa að gera þetta sjálfur. Hann að undirbúa okkur undir einhverja bylgju sem hann að fara að senda inn. Ég ekkert að tala það að ég að koma einhverja hörmungar hérna yfir þetta land, alls ekki. Drottinn þarf ekki neina hörmungar endilega til þess að hleypa fólki inn í sína kirkju. En ég trúi því að það verði vakning í þessu land. Við erum náttúrulega alltaf að tala um vakningu og ég sá sýn og dreymdi draum fyrir svona ári síðan þar sem við vorum að fara að halda samkomu. Þetta var bara svona nokkri kallar, það voru nú ekki nokkri kallar. Þetta var svona 40 manna hópur sem ætlaði að fara að búa til samkomu og leigði sal og það var bara 30-40 manna hópur segir okkur það að það hlýtur að menn hljóta að hafa ætlað að svo vænst mikils fjölda. Og við förum á þennan stað og það byrja fólk að koma. Það var bíl og full gatan af fólki og bílum og það voru allir á leiðin á þennan stað og fólki fyrir að koma inn á svæðið og ég get sagt ykkur það voru 1000 manna á þessari samkomu. 1000 manna. Þetta voru á Íslandi. Og við sem stóðum að þessu, við vorum eins og ég segi 30-40 mann, það var lofgjör að segja, það voru náttúrulega predikar og allur pakki og að við vissum náttúrulega ekkert út í hvað við vorum að fara og við vorum óundirbúnir með öllu undir hennar straum. Og ég man eftir því, ég vatn mér hérna manneski sem kom þarna inn, ég vissi ekkert hver var og stuði, hvað að vera þarna fyrir utan? Þá sagði hún mér þetta, að það alveg bíl við bíl. Og ég vissi að það voru allir að koma á þennan stað þar sem þetta átti að gera. Og það var eins og komst í húsið 1000 manna. Og þetta var kristileg stund á Íslandi. Og þetta hann að sýna mig núna, þegar hann að setja inn aga. Og hann að minna mig á það hvað gerðist í hruninu þegar við öll vorum óundirbúin að taka við einasta manni má segja sem var brotinn og niður lútur eftir hrunið, búin að missa jafnin allt og vissi ekki hvað stóð upp eða niður og einu. Og kirkjan ekki til taks. Af því að söfnuður var ekki undirbúin. Hann var á sama stað. Og þess vegna skil ég betur, þó mér finnst sjálfur hundleiðilegt að vera undir þessu, en ég ætla að vera með, að ég veit að Guð að vinna verk, og ég hveti sömulegist þess að taka þennan pól í hæðinni og þess vegna að heyra þetta. Og hann það að fyllist alltaf fólki, ég hef aldrei séð svona mikið af fólki inn í einu sal. Það komst ekki meira inn í húsið. Það var sæti og þó voru gangar og þeir voru fullir og fólki stóð þar. Bara til að heyra á Íslandi. Og Drottinn að aga sína menn og sína konur. Þið getið rétt ímyndað ykkur þegar svona gerist, hvort það þurfi ekki að vera öguð embættin menn séu ekki agaðir í stöðunum sínum að sé hægt að reiða sig á þennan mann og þessa konu þarna og þarna til þess að sinna þessu. Það er í aganum, elskuðu vinir, sem Guð getur fjölgað fólkinu. Í aganum setur traust í mig. Jú, ég ætla að halda þessu áfram, segi ég, vegna þess að ég er orðið vanur því að gera þetta. Og þá er ég ekki leið að hugsa einhverja flóttaleið út, eins og allt of algengt hjá okkur þessu kristna fólki að sé. Af því að það hefur vantað allan aga inn í kirkjurnar.
Þessu er hann að taka á, af því hann er að fjölga í hópnum. Er það ekki bara gleðilegt? Er ekki það sem við viljum? Hve oft höfum við ekki talað um þetta? En það kostar þetta. Það kostar það að ég þarf að vera jarðfastur, ég þarf að vera rótfastur í þeirri þjónustu sem ég er kallaður til að sinna. Það á að vera hægt að treysta mér í þessu embætti sem að ég hef verið í, því að eftir því sem að verður fleiri er meiri þörf á því að menn standi sínar plikt. Og það verður ekki gert nema í aganum og í trúnni, og við erum að gera þetta í Jesú nafni, við erum að þjóna drottni. Þess vegna gerum við þetta. En það byrjar allt á náttúrulega trúnni. Ég veit, við eigum öll trú, það er ekki málið, en við eigum ekki öll aga. Við erum með forgangsröðunina þannig að kirkjan er yfirleitt á flestum svona afgangsstærð, við komum eða við komum ekki. En það breytir ekki því við elskum Jesú allt saman, það vantar agan inn í kerfið. En þetta er Drottinn að sýna mér núna, og hann er að taka á þessum málum. Og ég veit hvernig agin virkar. Ég veit að því ég er sjálfur agalaus, hef oft verið agalaus, og ég veit hvað agaleysi gerir mann kærulausan. Að maður er alltaf í raun og vera að hugsa um eitthvað allt annað heldur en maður ætti að vera að gera. Ég veit ekki með þig, kannski á þetta ekki við um þig og þá er það gott mál, en þetta á við um mig. En þegar maður er búin að einsetja sér þetta og með hjálp agan, þá er maður rólegur fyrir, maður bara, ok, ég tek þessu bara svona, ég ætla ekki að láta þetta neitt mæða minn neitt lengur. Og það hættir að mæða mann. Og ég hætti að við hugsa um það, akkur þarf ég alltaf að vera að gera þetta, akkur getur ekki gert, einhver annar gert þetta heldur en ég, akkur þarf ég alltaf að vera vitlausast í þessu. Fyrst og fremst þá er ég ekki að vitlausast í neinu, vegna þess að ég þjóna Jesú, og Jesú vill fá fólk inn í kirkjurnar, og þjónarnir eiga að vera í stakk búnir, þeir eiga að hafa þann þroska að sjá þetta með hans augum. En sjá þeir það? Agin hjálpar þeim til þess að sjá þetta með Krists augum. Og mér er líka, Drottinn bendir mér líka á þessar risastóru samkomur sem Benny Hinn, Billy Graham og allir þessum stóru söfnum sem eru eins og hann Benny Hinn er kannski með, ég veit ekki hvað, hann er að fá marga á sína samkomur, 100.000 manns, 200.000 manns eru að koma á samkomur hjá hann þegar það sem mest er. Og þið getið rétt ímyndað ykkur hvort það þurfi ekki að vera agaðar stöðurnar hjá honum. Hann geti reitt sig á það að allur þessi hópur fái þjónustu. Þá er engin tími til þess að vera með ykkur undanskot. Þannig að þið geti rétt ímyndað ykkur hvort að hann verði ekki að vera með aga fólk hjá sér þegar á svona stað, því að það er bara til þess að þetta geti orðið með þessum hætti, þá verður að vera hver maður í sínum stað, og það þarf stóran hóp af fólki til þess að sinna kannski 100.000 manna hóp, stóran hóp. Og allir eru kannski eins og við, bara ég og þú, veikleika vafinn, en styrk í aganum og í trúnni. Það er hægt að aga sig undir allt, en verður ekki gert nema agin fái að taka á manni. Og þá skilur maður betur hvað Drottinn á við þegar hann segir að hann agi hvern þann son sem hann elskar og hirtir harðlega. Agin, til þess að hann verði agi, þá þarf að hrista okkur stundum svolítið til. Eins og ég segi sjálfur og viðurkenni það fúslega, ég er ekkit hrifinn af þessum aga, en ég veit mikilvægi hans, og þess vegna styðja ég þetta framtak sem er í gangi núna, og ég mun styðja það að því ég hef séð heildarmyndina, og ég trúi því að hann sé að undirbúa kirkjuna sína undir það að taka við strauma fólki. Ég benti á þann á sýn sem ég sá, draum sem var bara sýn, og ég veit að þetta mun verða hér á Íslandi. Og eftir því að dæma, já, þá verði ég einhvers staðar þarna með í þessari bylgju. En eins og við sögðum líka, þá vorum við óundirbúnir og við fórum samt á stað 30-40 manna hópur til að starta samkomu. Við sjáum það að 30-40 manna hópur hlýtur hafa búist miklum fjölda.
Þetta eru kannski 2-3 menn sem að gera þetta svona alla jafna. Þetta var risastór hópur að því hann vænti þess að yrði margir og það fylltist. Þúsundir komu. Bíll við bíll og horfður út á götuna. Það var alveg bara strollan af bílum. Allir að fara á þessa samkomu. Og ég skil betur núna þegar maður sér það að Drottinn að taka á aganum. Hvað hann að gera. En eins og ég segi, ég ekkert að boða neina hörmungar. Ég ekkert að boða það nema það að það að fjölga í kirkjunni. Ég ætla að vera með í því. Ég ætla að leyfa Drottni að undirbúa mig undir það. Og þess vegna ætla ég að þola agan. Þess vegna ætla ég að taka aga. Þess vegna ætla ég að beygja mig undir aga. Að því ég veit, ég hef séð það, ég hef reynt það, hvað hann mikilvægur til þess að maður geti staðið sína plikt í Guði. Drottinn hefur ekki getað fjölgað mikið í kirkjánum vegna agaleysis. Allt í einu vantar fullt af fólki í stöðuna. Og það eru þjónarnir sem eiga að sinna fólkinu. Við tókum mynd af Benny Hinn, við vitum að hann með stóra og mikla þjónustu. Þið geti rétt ímyndað ykkur hvort hann geti notað annað en agan sem þjóna hjá sér. Þið geti rétt ímyndað ykkur hvort hann geti það yfir höfuð þó hann vilji það sjálfur. Hann verður að hafa aga í málum. Og þeir sem eru hjá hann, þeir verða að vita hvað máli snýst. Því 100.000 manna hópur gesta þurfað til sína þjónustu og þá er eins gott fyrir þjónin að vera undir það búin að veita þá þjónustu sem honum er ætlað að veita. Og það gerist auðvitað í trúnni og í agan. Agin gerir nefnilega kraftaverk í lífi mann og kvenna. Hann sem gerir mann rólegan, mann bara tekur þennan púls, segir ok, ég ætla bara að gera þetta á þessum tíma og þessum degi og vera með þarna eða þarna. Ég ætla að vera í minni stöðu sem að ég bauð mig fram í kirkjunu sínum tíma. Ég ætla ekki að vera bara einn af þeim sem að hleypur bara burt þegar hún langar til að hleypa burt. Þannig gengur það ekki fyrir svo, ekki heldur í kirkjunni, ekki heldur þó maður sé að bjóða sig fram í sjálfboðaleg starfi og flestar stöður eru í kirkjunni því miður, en þá er þetta bara þannig. Við vissum það að þetta var sjálfboðalega starf þegar við tókum þetta að okkur á sínum tíma. En svo líður tíminn og við erum alls konar og eigum misjafna daga og við líjustum öll saman. Og svo erum við farin, erum þú búin að gleyma því að við þjónum í lifandi Guði. Við mætum í okkar vinnu og við ljáum ekki máls og öðru heldur en að mæti okkar vinnu. Þess að veraldlegu vinnu. Og akkur getum við ekki líka gert það í Jesú nafni sem við elskum. Og við vitum að fólk þarf að fá að frelsast í Jesú nafni. Og við erum partur af þessu öllu saman. Það er þessi hugsun sem Drottinn vil koma inn og hann ætlar að koma inn í gegnum auðvitað trúna sem við eigum, hvort þið er, og í gegnum agan. Það er lykillinn. Og þess vegna höfum við Biblíuna að hún er til þess að árétta ýmislegt fyrir okkur, en það er á okkar ábyrgð hvort við leyfum orðinu að aga okkur, kenna okkur, fræða okkur, vera hjá okkur, í okkur, með okkur. Allt þetta samtvinnað hjálpar okkur til þess að vera þetta trúaða fólk, rótfasta trúaða fólk sem við viljum öll vera. En það er ekki átakalaust að fara inn á þessa braut. Og það er ekkert skemmtilegt að þurfa að lúta aga, en við venjumstum við hann og eftir á gefur hann okkur frið. Þetta segir orðið sjálft. Það eru stormar og átök og meðan á þessu stendum með við erum að stilla okkur inn á agan, en svo kemur hann og þá verðum við róleg. Sem sagt, þá er þetta bara orðið nokkað rútínu vinna, við vitum að við erum að gera Guðs vilja og við erum bara sátt þar sem við erum. Og þar sem við erum sátt, þar erum við ekki leið með einhvern hundsus við það sem við erum að gera. Afundin og allt saman það. Þannig að agin er alveg hundleiðilegur, það skal ég viðurkenna fyrstur manna, en hann er bara það sem við þurfum á að halda og það verður ekkert frá honum tekið.
og ef að Drottinn á að fá að stækka kirkjuna sína sem hann ætlar að gera, þá þetta nauðsynlegt. Hann með augast á þig að því hann hefur trú á þér í verkið. Þannig ég segi bara við mig og þig, leyfðu honum bara að gera það sem hann þarf að gera til þess að styrkja þig eins og þarf. Hættu að hugsa að vera að láta allt móðgaðu og vera einhver fílupúki kannski sem þú verið allt og lengi. Hættu þessu bara. Taktu bara á þessu með Jesú og bytta hann að gefa þér þessa sýn sem hann gefur mér. Já, hann að gefa mér þessa sýn að hann að fara að fjölga í hópnum sínum. Og ég var að segja ykkur frá sýn sem ég sá fyrir svona 1 ári síðan eða 2. Ég trúi því að þetta sé að koma að þessu. Ég trúi því allavega að ég verði með í þessu þegar að þessu kemur. Þá held ég að við verum öll mjög glöð. Þá held ég að við verðum öll mjög þakklátt fyrir það að við þraukuðum, við heldum áfram, við höfðum þessa sýn. Og ég styð þennan aga sem ég að sjá að að gerast í kirkjunni. Ég styð hann á öllu mínu hjarta. Ég hef enga skoðun á hann, en ég hef styð hann að því ég veit hvað hann komin. Þetta ekki bara svipa á mig og einhverju leiðilegu við mig. Það snýst ekkert það. Bara Guð að vinna verk. Hann að undirbúa sitt fólk undir það að búast við fólks fjölda hjá sér. Við tókum mynd af hrauninu. Þegar sagði við mig, þessi maður, ég veit að þetta Guðs maður, ég veit að þetta frá Guði komið, hann sagði að það eins gott fyrir kirkjuna lagsmaður að vera undirbúin undir það þegar allir bankarnir hrynja. Þetta var svona 2 árum áður en bankarnir hryndu og ég tók ekkert við þessu og ég skildi þetta ekki að þetta gæti gerst því að þá voru bankarnir bara í himinhæðum og þó ég líka væri að spá í það svona meðframið svolítið saman hvernig banki gæti grætt svona mikið. Ég fattaði þetta ekki. En það kom það í ljósa að þetta voru bara loftpeningar, þessi peningar voru hvergi til. En gott, Drottinn gat ekki sendt fólki inn í kirkjuna. Það bara skelfilegt. Þeir menn voru ekki tilbúnir í það, þegar þeir voru á kafi í þessu sjálfur meira og minna, allt og margir. Og lippuðust niður með heiminum, undan hruninu. Þannig það var ekki til neins að vera að senda fólki inn í kirkjuna. Þetta ekki bara hræðilegt? Jú, mér finnst þetta alveg hræðilegt. Griðarstaðinu sjálfur var ekki tilbúin. Af því að þeir sem voru þar voru ekkert að hugsa það sem var Guðs heldur megið. Eitthvað. Þetta ekki gott. Nú ætlar hann að gera þetta öðru sig. Þannig við eigum von á því að komi mikil bylgja inn, en ég segja að ég ekkert að boða neinar hörmungar eða neitt. Ég hef ekkert fengið til mér neitt það að það sé neitt svoleiðis að gerast. Ekkert nema bara þetta venjulega, það nátt alltaf eitthvað bras í gangi. En hvernig sem á það litið, að við verðum líka að muna það að það búið að vera sá hérna áratugum saman orð Guðs. Og sáðkotni í jörðinni. Og við vitum að allt sáðkot kemur upp. Og það kemur uppskera. Það það sem að Drottinn undirbúa okkur. Hann undirbúa okkur fyrir uppskerunum sína sem verður mikilega vöxtum. Og þá sjáum við þessa vakningu sem við verðum að biðja allar götur. En þá eins gott fyrir mig að vera undirbúin undir það. Og það gerist þegar ég hef agað mig undir vilja Guðs. Ég hef leyft honum að rista mig svolítið til. Ég hef leyft honum að slá mig aðeins utanundir. Því hann segir það sjálfur að það muni gera mér gott. Það frá líður vegna þess að hann að þessu. Þetta einhver menn. Drottinn sjálfur að þessu. Hann kann að aga fólk. Hann veit stormin sem að grípur sig í hjartanu vegna agans. Þegar við erum svo agalaus í eðli okkar. En agin nauðsynlegur. Og agin gefur manni frið og ró. Þetta vita allir sem að þekkja til agans. Ég þekki agan. Og það sem ég góður eða vel agaður í, þar ég salla rólegur. Ég agaður í sömu, en í sömu öðru ég ekki eins vel agaður. En ég vil aga mig þar líka.
ég vil vera agaður á öllu leiti, en til þess að það verði þá þarf ég að leyfa þess að gangi yfir mig, þannig ég verði yfir höfuð öguð manneskja. Það einmitt það sem Drottinn að gera þessa dagana, ekki bara við mig og ekki þig, hann að gera þetta við alla kirkjuna. Ef þetta ekki byrjaði í einhverju kirkju, þá byrjar það fljótlega þar líka, að þeir að fara að senda fólk inn. Hann vill ekki að endurtaki sig aftur í kirkjunni sinni þegar svona stórir atburðir gerast þessu hruni og kirkjan var óundirbúin. Hann vill ekki að það gerist aftur. En ég undirstrika ég er ekki að boða neina ógæfu. Ég bara segja það að það er að fjölga í kirkjunni, það mun gerast. Og þetta er svo sem hver oft hefur við ekki talað þetta, að það er uppskera. Það er uppskera að koma í hús. Hver oft hefur við ekki talað þetta, áratugum saman. Og það virði svo vera að þetta sé svona við það að bresta á. Þetta í fyrsta skipti sem ég fæ þetta til mín að Drottinn að aga sitt fólk til að undirbúa það undir þetta. Það er einmitt á þessum dögum. Fyrsta skipti sem ég komst til trúar sem að þetta ég verð svona áskynja þetta og hann sýnir mér heildarmyndina. Og þess vegna verði ég alveg salla rólegur yfir því sem að gerast og ég vil bara leyfa honum að aga mig eins og hann þarf. Þess vegna stýði ég þetta alveg á fullu. Og það er alltaf þannig, hann sendir alltaf einhverja menn í verkið og þetta verða óvinsælustu menn í öllum heiminu, það þarf náttúrulega ekki að spyrja það. Ég ætla að styðja þetta að því ég sé fingur Drottins í þessu. Ég ætla að styðja þetta, trúðu mér, og ég vil að þú segir þetta með mér. Ég ætla að styðja þetta, ég ætla að biðja Drottinn að sýna mér það sem þessi maður sér. Þetta Guð góður og við megum biðja svona bænir. Það er rosalega mikilvægt til þess að festa rætu þar að þegar maður fær svona líka sýn inn í það sem verið að gerast. Það er ekki sjálfsagt, en bara Guð góður. Þess vegna er hann að leyfa mér að tala þetta út. Þetta er einhvað sem að gerast. Ég veit ekki hvenær þetta gerir, ég get ekki sett fingurinn á einhvern dag eða stund. En þetta að gerast samt. En undirbúningsvinnan byrjuð. Hún byrjar sem agi. Hún byrjar í því að menn taki stöður sínar í kirkjunni því að meira fólk kallar á fleiri trausta og trúa þjóna og þeir ekki þetta nema í aganum. Við eigum öll trú. Það vantar ekkert á það. En við eigum ekki öll aga. Trú og agi þurfa að fara saman til þess að þetta virki sem heild sem styrkur mannsins. Þetta er það sem Guð að gera núna. Mér finnst þetta bara frábært að sjá þetta. Og þegar ég fór að skoða þetta er kannski ekkert langt síðan ég fór að skoða þetta, þá bara gladdist ég í hjarta mínu og sagði, já það þá komið að þessu. Sagði maður sjálfan sig. Ég vil trúa því. Það bara hreinlega komið að þessu. Öllum þessum orðum sem við tala svo lengi, það bara komið að þessu. Og ég líka myndist á það áðan og ætla endur taka aftur með hrunið. Kirkjan var ekki búin undir það að fá fólkið inn og Drottinn gat ekki senda inn í kirkjunum. Mér finnst það ömurlegt. Við vitum að þetta var svona. Allt og margir í kirkjunu hrundu með bankahruninu af því að þeir voru komnir á full út í það. Lán og brask með peninga. Og mistu stórar upphæðir margir, allt og margir og ég ekkert að fagna neitt yfir því. Það er náttúrulega hræðilegt. Þetta var staðan. Við fengum aðvörun. Drottinn lét mig vita af þessu. Ég er þakkláttur fyrir þessum bróði fyrir það að sagt mér að ég skildi ekkert hvað hann var að fara þá. Og það voru engin teikn á loft það að nema að þetta ætti bara eftir að vaksa og vaksa og vaksa. Annað kom í ljós. Allir vita. Og kirkjun, blessunin, var ekki undir því að kirkjan var undir það búin, en söfnuðurni voru ekki undir þetta búin. Af ástæðu að menn voru meira og minna með í þessari vitleysu. Veru kannski enn að berjast í þessu varandi skuldahala og svo framvegis. Að það vantar aðgreininguna svo mikið fyrir trúaðan mann við heiminn.
það þarf að aðskilja sig. Kannski skilur það einhver núna hvað áttur við með þessar aðgreiningum, og kannski skilur það einhver núna hvers vegna Drottinn talar þessa aðgreiningu, af því hann að gera ýmislegt sem heimurinn ekkert að gera. Hann vil hlúa að fólki, og hann þarf menn og konur í stöður sem agað í sínum stöðum, bara rótfast, ég ætla að gera þetta, ég ætla að vera með í þessu, segir það, og bara það haggar því ekki neitt. Svo lesa hérna aðeins inn í þetta, kannski það inn í þetta sem við erum að tala um. Það hérna þegar við erum í Postulasögunni, það frá og með 6, held ég, svona kannski að maður komin eitthvað aðeins út fyrir efni sem maður ætla að vera með, það allt leið við, þetta bara ágættu svo þetta Þetta 13. kapli Postulasögunnar frá með 7. versi. Þeir fóru alla eina allt til Pafos. Þar fundu þeir töframann nokkurn og falsbámann, að lofa þeim. Gyðing hét Bar Jesús. Hann var hjá landstjóranum Sergusi Páli, hygnum manni, sem hafði boðað þá Barnabás og Sál á fund sinn og fyrsti að heyra Guðs orð. Þannig þess að Sál orðin frelsaður maður og enn með nafni Sál, en fekk svo ykkur seinna nafnið Páll. Við þekkjum hann undir því nafni Páll. En þannig þess að orðin frelsaður maður, bara rétt eins og ég og þú, að gera rétt eins og ég og þú, boða fagnaðarerindið Jesú Krist, því að tala aga partur af fagnaðarerindinu. Því aganum þá sérðu fagnaðarerindi miklu gleggra en þú gerir agalaus. Þannig að agin til alls að vinna að vera með hann bara rótfastan í sér, og Drottinn að fara út í þetta verk og ekki láta hann truflaði við það. Leyfðu honum bara að gera það sem þarf, ekki vera með úrtöluraddir í eyrunum að þau sem segja eitt og annað. Vertu bara sannfærður það að þetta sé það besta fyrir þitt líf. Við skulum lesa meira. Gegn þeim stóð Elimías, töframadurinn. Elimías, ég held að hann hafi verið þetta nafn Bar Jesús hafi verið útlagt sem Eljamíus, ég held þetta sé saman maðurinn. Gegn þeim stóð Elimías og töframadurinn, en svo nafn hans útlagt. Reyndi hann að koma í veg fyrir að landstjórinn tæki trú. Sem að þessi Eljamías, hann kemur gegn því sem þeir að segja, og kannski kemur einhver í gegn þessum aga sem verið að reyna að koma á í kirkjunni. Ekki láta það hafa áhrif á þig. Taktu bara stöðina og segi, jú, ég ætla að vista að fá þennan aga í mig. Ég ætla að undirgangast aga, því ég á trú. Nú vantar mér agan til þess að trúi mín verður öflug í mér. En það alls þar menn og konur sem reyna að draga úr því sem verður þeir að gera. En það á mínu valdi að það gerist ekki, og agin rosalega öflugt vopn inn í það mál. En agin verður ekki agi nema hann fái að koma og taka sér stað í okkur, og það mitt val. En það einmitt þetta sem Guð að gera. Hann að koma á aga í sinni kirkju, að hann vill treysta stöðurnar. Hann vill að stöðurnar hjá sér séu traustar stöður, en ekki stundum manna og kannski yfirleitt alltaf ómanna. Þá verður aldrei neinn fjölgun í söfnuðinum. Þá verður þetta bara innantóm tal, eins og kannski það hefur lengst að verið, því að það vantar allan girðinguna utanum fleira fólk. Því einn maður getur bara sinnt ákveðnum hóp, 10 manns geta sinnt miklu stærri hóp, 20 manns, náttúrulega ennþá stærri, og svo framvegis. Sjáum hvernig þetta virkar. En allir þessi 10 menn, 20 menn, 30 menn þurfa sinn aga til þess að halda út. Svona bara óflókið þetta. Og þetta vita allir menn. Það gildir ekkert annað fyrir kirkjuna annað en þetta. Þetta það sem Guð að gera í dag. Hann að aga sinn líð. Og hann að taka mig og hrista mig til eins og þig, og ég ætla að leyfa honum. Trúðu mér. Ég ætla að leyfa honum vegna þess að ég einn af
kannski eins og þú að ég hef ekkert alltaf verið og hundleiðist þessi agi, en ég ætla samt að beygja mig undir hann því ég veit að hann þarf að vera, að því hann gefur mér úthald og gefur mér líka ró þannig að hann bara góður. Þannig við þurfum ekkert að vera neitt að slóst við hann. Hann tekur sinn tíma, hann kveikir upp storma og við allaveg sjáum ekkert nema bara fjöll og stórsjói og broti og allt í kring, en svo allt í einu erum við konir í gegn og við erum orðin róleg og miklu staðfastara fólk. Þá getur Drottinn farið að nota okkur. Og svo þegar ég er komin í mína stöðu, þá getur hann fjölgað kannski 10. Svo kemur þú, þá fjölgar hann aðra 10. Þá eru orðin 20 fleiri í hópnum en við vorum kannski áður en að ég tók mína stöðu og áður en þú tókst þína stöðu. Og svo framvegis og svo sannig vinnur Drottinn. Þá sjáum við fjölgunina. Þegar við sem þjónar höfum tekið okkar stöðu. Þetta hann að gera í dag. Hann að blessa Ísland. Já, Guð blessi Ísland. Og það var mikið gert grín að þessu, en þetta orða sönnu. Guð blessar Ísland. Og það munum við fá að sjá. Og ég ætla að vera með í því og ég ætla að standa mína plikt. Og ég hveti sömuleiðis því að þú hefur alla burði í það hver sem þú ert. Bara leyfðu Guði að hrista þig til ef hann þarf það. Því við munum öll lifa það af fyrir það fyrsta. Já, býtu við hlustum orð. Hann var hjá landstjórunum Sergiusi Páli, hygnumanni, sem hafði boðað þá Barnabás og Sál og fund sinn og fyrsti að heyra Guðs orð. Gegn þeim stóð Elemías, töframadurinn, en svo nafn hans útlagt. Reyndi hann að koma í veg fyrir að landstjórinn tæki trú, en Sál, sem er nefndur Páll, þannig komið nafni Páll, hvessti á hann augum og sagði, fylltur heilugum anda. Páll var ekkert að skafa neitt utan þessu. Þú djöfulssonur, fullur allra véla og flærðar, óvinnur alls réttlætis, ætlar þú aldrei að hætta að rángsnúa réttum vegum Drottins. Það ekkert verið að skafa utan þessu þarna. Þetta það sem þessi maður þurfti að heyra. Sem að þarf að tala við tæpitungulaust. Kannski var þetta til þess að hann vaknaði og gekk ég svo hönd, ég man ekki hvort að segja eitthvað frá því. En þetta svona tala Drottinn við þá þegar hann talaði við menni svo þarf. Nú hönd Drottins reitt gegn þér og munt þú verða blindur og ekki sjá sólum tíma. Þetta kostaði hann og hann blessaði hann kallinn að standa í gegn. Hann var bara blindur í ykkur tíma en hann fekk sjónin aftur, tíma sagt, þannig að hann fekk sjónin aftur. Jafnskjótt fjalli yfir hann þok og myrkur og hann reikaði og leitaði einhvers til að leiða sig. Takk eftir þessu, þegar landstjórinn sá þennan atburð var hann gagntekinn af kenningu Drottins og tók trú. Þegar landstjórinn sá þennan atburð, og þetta orð segja mér það, að hann hafi ekki verið hrifinn af þessum Bar-Júsus eða hvað hann hét, vegna þess að hann var að grípa inn, hann var að hindra það að þeir gætu tala við hann þau orð sem hann í raun vildi fá. Það kemur fram að þetta var svona guðrækin maður, hún langaði til þess að heyra Guðs orð, en þessi var alltaf gjammandi fram í og það getur alveg verið og líklega hefur það verið að þetta hefur þreytt hann. Og svo verður hann vitni að þessu, þá gleðst hann, kannski ekki yfir því að hann var blindur eða neitt þannig, nema hann var bara, hann var tekið til hliðar og hann fekk að tala, hini fengi að tala það til hans sem hann vildi heyra og þetta var til þess að hann tók trú. Þess að hann fekk eilífa lífi til sín. Þess vegna við, elskuðu vinir, ekki að láta neitt hindra okkur í að taka við því sem gjöf Guðs. Og nú við verið að tala hér agan og agin til þess að styrkja og styðja við trúna mína og þannig að ég standi mínar plikt keikari, glaðari, sáttari. Allt vegna þess að Drottinn fékk að aga mig. Og þetta hann að vinna í sinni kirkju í dag, að því að hann að fara að senda inn fólk. Og hann þarf stöðurnar mannaða. Það eru sumar mannaðar og sumar ekki.
stundum mannaður og stundum ekki, það allur gangur á. En þessu hann að breyta, að því hann að fara að breyta kirkjunni sinni yfir það sem hún á að vera, til að taka við fólki og þjóna fólki í Jesú nafni. En Konráð Rúnar Friðriksson segir þetta gott í dag og veit að þú fengið eitthvað til að móða úr og hugsa og velta fyrir þér og tilgangur ekki annar. Heldur þessu góða verki Drottins áfram að því þú ætlar að biðja með honum inn í verkefnið.